sína í reyna hérna sem bara meðan við erum að koma sér fyrir. Þessi var að byrja snurðið, það dálítið erfitt. Stór. Og við setjum þau. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 15. september 2015 og við göngum til fyrsta liðar á dagskrá sem umræða samgöngumál að beiðni borgarfulltrúa allra flokka og til máls tekur hv. borgarstjóri. Hv. forseti, kæra borgarstjórn. Það við hæfi að gera samgöngumál að umfjöllunarefni núna þegar samgönguvika, evrópsk samgönguvika að hefjast. En samgöngur eru auðvitað gríðarlega mikilvægur þáttur ekki bara í hinu praktíska daglega lífi, heldur líka í því hvernig borgir þróast. Samgöngur eru ekki bara orsök tiltekinna borgarþróunar, heldur geta líka verið afleiðing. Og Reykjavík eins og flesta borgir á Vesturlöndum hefur farið í gegnum mjög mikla umbreytingu og endurhugsun á samgöngumálum á síðastliðnum áratugum. Það má segja að það kristallist í aðalskipulaginu, aðalskipulagi borgarinnar 2010–2030 sem boðar róttækar breytingar frá fyrri stefnum uppbyggingu og þróun samgöngukerfa. Það horfið frá hefðbundnum viðhorfum að skilvirkni bílasamgangna verði fyrst og fremst bætt með aukinni umferðarrýmd í gatnakerfinu eins og það orðað í aðalskipulaginu. Og í raun ætti aðalskipulagið að vera á borðshorni okkar allra á öllum borgarstjórnarfundum en ég man ekki til þess að hafa allavega verið með það á þessu formi hér upp í ræðustól áður. En það ég enga síður vegna þess að aðalskipulagið fæddist ekki út úr engu heldur var í raun ávöxtur áralangra umræðna, endurhugsunar, greiningar, þar sem að borgarfulltrúar, embættismenn og sérfræðingar sóttu fyrirmyndir, lærdóma og reynslu víða að bæði í Evrópu og vestanhafs, þar sem eru bílaborgir eins og Reykjavík var hönnuð til að vera með aðalskipulaginu áhrifamikla 1960. Framtíðarsýn þess var á nútímalega borg með öflugum iðnaði og innviðum til þess að allir kæmust leiðar sinnar hver á sínum bíl og til þess að mæta því að þá voru þarfir samgangnanna reiknaðar mjög langt fram í tímann og til að tryggja að enginn rækist hver á annan að þá voru gerðar tillögur ekki bara mislægum gatnamótum þar sem að eru fjölfarin gatnamót heldur niður fjölmargra húsa þar á meðal við Suðurgötu, Fríkirkjuveg og Tollhúsið sem núna verið að taka í gegn eru raun leifar af hugmyndinni götu á annarri hæð sem kæmi úr miðborgin og ryddi sér leið í gegnum Grjótaþorpið og þaðan út á Suðurgötu. Hefði ýtt til hliðar öllum gömlu húsunum í Grjótaþorpinu og þegar saga Reykjavíkur lesin að þá var í raun ekki mikil og gagnrýnin umræða þessa framtíðarsýn eða þessar hugmyndir fyrr en kannski 15–20 árum seinna og þá út af húsfriðun en líka vegna þeirra augljósu neikvæðu áhrifa sem að það að taka sífellt meira og meira pláss undir bílinn og samgöngur var að hafa á ekki síst ásýnd og hugmyndir manna miðborgina. En nú öldin önnur ekki bara í Reykjavík heldur alla Evrópu og Ameríku líka. Leiðin fram á við þétting byggðar, fjölbreyttari ferðamátar og skilvirkari almenningssamgöngur. Megin viðmiðið að með breyttum ferðavenjum verði vegið á móti þeirri umferðaraukningu sem
fjölgun og uppbygging hefur í för með sér. Við tölum stundum eins og þétting byggðar sé umferðarskapandi stefna en hún umferðarsparandi. Þegar við erum að fjalla skipulag og samgöngur að þá þurfum við alltaf að reyna að sjá fyrir hversu mikið muni fjölga á höfuðborgarsvæðinu og valkostirnir eru fyrst og fremst hvar sú aukning á að eiga sér stað. Ef við höldum áfram að þenja höfuðborgarsvæðið út að þá aukum við ferðatíma fólks, þá aukum við umferðina á stofnbrautunum, þá aukum við tafatímann, þá aukum við tímann sem að fólk þarf að sitja í bílunum sínum, sérstaklega á háannatíma og morgnana og seinnipartinn, en með þéttingu byggðar og minni vegalengda milli vinnu og heimilis að þá minnkum við áhrifin af þessari viðbótar uppbyggingu. Þess vegna skiptir aðalskipulagið máli, þess vegna skiptir nýja svæðisskipulagið máli og þar sem einkar áhugavert við nýja svæðisskipulagið í fyrsta lagi að það algjörlega í takt við aðalskipulag Reykjavíkur þegar kemur að samgöngumálum. Í öðru lagi að þar náðu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu saman að þetta væri skynsamleg stefna til framtíðar út frá umhverfi, út frá hagfræði, út frá hagsmunum heimilanna, en líka út frá því hvernig við sjáum spennandi höfuðborgarsvæði þróast. Hver eru þá stóru verkefnin sem við stöndum í og stöndum frammi fyrir? Í fyrsta lagi að efla það val sem fólk á milli ferðamáta með betri strætó, með betri aðstöðu fyrir hjólreiðafólk, með öruggu umhverfi til að ganga. Í öðru lagi með því að tryggja að við náum þeim tölulegu markmiðum sem svæðisskipulagið og aðalskipulagið setja og þá þurfum við ekki bara að halda áfram að leggja þessar áherslur, heldur þurfum við afkasta meiri almenningssamgöngur. Þannig að við þurfum að velja á milli hraðvagnakerfis eða léttlestarkerfis, velja því sem kallað hefur verið borgarlína sem eru þau svæði eða þær leiðir sem valda verða fyrir þetta afkasta meira almenningssamgöngukerfi. Þurfum að velja því stað í borgarlandinu og á höfuðborgarsvæðinu. Við þurfum að ná sameiginlegri sýn og samkomulagi við ríkisvaldið þessa framtíð og í hvaða áföngum við getum komist þangað. Í millitíðinni þurfum við að fjölga eins hratt og við getum forgangsakrinum strætó til þess að geta skila fólki eins hratt og vel og hægt sérstaklega til og frá vinnu á þessum háannatíma og það betra fyrir alla, ekki bara fyrir þá sem komast hratt yfir með strætó, heldur líka fyrir hina sem að velja það að nota einkabílinn og eftir því sem það eru fleiri í strætó þeim mun færri að berjast plássið á stofnleiðunum. Við þurfum að fylgja eftir hjólreiðaáætlun líka og hana munum við væntanlega ræða fljótlega í borgarstjórn því að hún var rædd hér í drögum í vor, verður kynnt á samgönguviku og eftir að við erum búin að fá athugasemdir við hana að þá hugmyndin að samþykkja endurskoðaða útgáfu af henni. Þar sérstök áhersla núna á skóla og stóra vinnustæði sem aldeilis hafa sýnt það með áhuga sínum og þátttöku í hjólaði vinnuna og öðrum þátttökuverkefnum að það mikill jarðvegur og áhugi fyrir hjólreiðum í borginni. En allt þetta þarf að haldast í hendur til þess að metnaðarfull markmið aðalskipulags og svæðisskipulags nái. En á endanum að þá snúast samgöngur merkilegt nokk ekki samgöngur, heldur það hvernig við getum þróað og skapa borg sem áhugavert og gott að búa í, sem gerð fyrir fólk sem að vill komast þægilega og örugglega milli staða án þess að taki ómikinn tíma og án þess að taka alltaf meira og meira pláss undir samgöngur og bílastæði. Núna 48% af öllu landi í Reykjavík, hugsa ykkur það, 48% sem fer undir samgöngumannvirki. Íbúðarhúsnæði, atvinnusvæði, grænsvæði og allt hitt hin 50%.
Þessi meira sé mjög misskipt í borgarlandinu, þannig að nýjustu hverfin að þar taka samgöngumálin alltaf 70 og jafnvel yfir það af yfirborði lands. Þannig að við þær aðstæður miklu erfiðara að skapa þjónustu í nábýli við sem flesta og þau lífsgæði sem að flestir Reykvíkingar og sérstaklega nýjar kynslóðir að sækja í. Það má segja að umræðan í borgarstjórn hafi breyst á ýmsum sviðum á undanförnum árum en kannski á fáum sviðum eins rækilega og róttækt og þegar kemur að almenningssamgöngum og þéttingu byggðar. Þegar farið var af stað við að móta það aðalskipulag sem síðan var samþykkt, að þá var lagst í greiningar á áhrifum mismunandi leiða í þessu efni og eftir því sem vinnunni vatt fram varð hópurinn, ekki bara sumir, heldur hópur borgarfulltrúa og sérfræðingar sem að vinnunni komu og þeir sem kallaði voru til samráðs, alltaf róttækari og meira sammála að það þyrfti þessi vatnaskil og stefnubreytingu. Þannig að þess vegna markmiðið sett á 90% þéttingu, þess vegna markmiðið sett á fjölbreytilega samgöngumáta og þess vegna aðalskipulagið eins og það Sannkallaður fjársjóður af greiningum, tölum og rökstuddum markmiðum þegar kemur á samgöngumálum og þess vegna eitthvað sem að allir ætti að vera með á náttborðinu hjá sér í upphafi miðbik og lok samgönguviku og auðvitað alla aðra daga. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir að taka þetta mál á dagskrá hér í dag. Við reyndar ræddum umferðarmálin, samgöngumálin nokkuð ítarlega í júnímánuði á þessu ári undir liðnum samferða í Reykjavík og fórum þá yfir ýmislegt sem að því snýr og meðal annars ýmislegt sem að borgarstjóri kom inn á og kannski aðeins að bera í bakkafullan lækinn að fara að ræða þéttingu byggðar sem við ræddum á síðasta fundi. Reyndar þar sem vorum að ræða annað en skipulagsmál en það auðvitað svona hluti af ýmsu, þar á meðal auðvitað fjárhag Reykjavíkurborgar og ekki síst. Nú sem sagt samgönguvika ganga í garð og við auðvitað tökum öll fegin sendi þátt í því. Ég hef aðeins áhyggjur af því hver það mál að þróast. Ég sé það að þessi Mobile Week sem í Evrópu að draga saman. Það eru 26% færri borgir að taka þátt í þessu á þessu ári heldur en í fyrra. Það eru fjölmargar borgir sem manni finnst það ættu að taka þátt í þessu en sjást hvergi á þeim lista. Og þá kannski nefni ég svona borgir í Þýskalandi sem eru hvað stærstar eins og München og Berlín sem að manni finnst að ættu auðvitað að vera þáttakendur en af stærri borgum í Þýskalandi það bara Frankfurt. Danmörk ekki þáttakandi í þessu og vallegt að segja það að Holland sé þáttakandi í þessu átaki heldur. Sem engu að síður verður að telja svolítið sérstætt, kannski það vegna þess að þessi lönd telja, eða borgir þessara landa telja sig ekki þurfa á slíkri viku að halda. En þá getur maður sagt á móti að við þurfum auðvitað þeim að halda, við þurfum að læra ýmislegt af þeim, þó að auðvitað sé langt til jafnað og engar líkur á því að við komum til með að nýta okkur til dæmis hjólreiðar til samgangna með sama hætti og þessi tvö lönd gera. Því að við berum þau sama við önnur lönd, þá sjáum við það að þau algjörlega skera sig úr hvað þetta varðar. Þannig að ég svona vil nefna þetta, maður hefði viljað sjá svona meiri kraft í þessu á evrópska vísu og ég vona það að þetta þýði ekki það að þetta átak sé að ganga sér til þurrðar. Þetta byrjaði árið 2002 og við höfum sem sagt lagt okkur fram með það að vera þáttakendur í því. Þetta auðvitað vekur fólk til umhugsunar, vekur athygli á því að það fleiri en einn ferðamáti sem við getum nýtt okkur hér í Reykjavík. Það fleiri ferðamátar heldur en bara bíllinn og enda sjáum við það að auðvitað þróunin á þann veg að fólk að nýta sér sem betur fer í auknum mæli
aðra samgöngumáta og þá sérstaklega strætó og hjólreiðar. En við auðvitað verðum líka að vera meðvituð það að enn sem komið er það mjög lág prósentutala. Og við sjáum svolítið ólíkar niðurstöður þeirra kannana sem við erum að horfa á. Við sjáum 4% séu að nýta sér strætó og við sjáum síðan að kannski þetta sé að fara upp í 8% á einhverjum dögum, einhverjum svona könnunum. En það kannski skiptir bara ekki alveg öllu máli. Mér finnst ekki alveg nauðsynlegt að við séum að svona mikið að fara yfir einhver 0,1% í þeim efnum. Aðalatriðið það bara við sjáum það að það er í auknum mæli sem að fólk er að nýta sér strætisvagna og það er auðvitað af hinu góða, eða við skulum viskusti vona það að það sé af hinu góða. Aðeins ætla ég að minnast á könnun, svo ég fara nú aftur að athuga það hvað Evrópusambandið er að gera í þessum efnum, að þá var ansi merkileg könnun gerð árið 2013 og önnur sambærileg hefur ekki verið gerð frá þeim tíma og hún nær til 79 borga í Evrópu. Og þar sjáum við hvernig þetta skiptist á milli ferðamáta í Evrópu og við sjáum líka að það eru auðvitað Evrópulönd sem að nýta sér bílinn miklu meira heldur en við og Evrópulönd sem við hefðum nú búist við að væru að nýta sér almenningssamgöngur í miklu ríkari mæli heldur en við en eru svo ekki að gera það. Það er nú bara staðreyndin. Og það sem að kannski ég vildi nefna í því sambandi að við Íslendingar við erum frekar ánægðir með okkur. Við erum frekar ánægð með það umhverfi sem við búum í. Það sýna allar kannanir. Þegar til dæmis að Reykvíkingar eru spurðir því hvort þeim líði vel í því umhverfi sem þeir eru, vita menn af 79 borgum, þá er Reykjavík í fyrsta sæti. En þegar að fólk er spurt að því, hvernig því líki við almenningssamgöngur og hvort að það sé sátt við almenningssamgöngur, þá erum við í 4. neðsta sæti af 79. Þá hafið það. Þannig að raunverulega þó að fólk sé ánægt með það sem að hér er, það umhverfi sem hér er búið, þó að það sé kannski, ég ætlum ekki að fara út í það hér sko, en að því að það er ekki beint hluti af þessari umræðu, en ég hvet ykkur til þess að kíkja á þessa könnun eða ekki gert það, og þá kannski komist að því ágætu borgarfulltrúar, að því það við ekki alveg sérstaklega mikið traust, og þá þetta við sjálfa mig líka, og sömuleiðis sitt að það er mjög neðarlega sem við lendum í listanum þegar að spurt er að því hvort að hinir kjörnu fulltrúar séu að vinna að heilindum að umhverfismálum, að grænum málum, loftgæðamálum og svo framvegis. Bersýnilega þeir sem þáttöku þessari könnun hafa ekki mikla trú á því að við séum að gera þetta að fullum heilindum. Þannig að ég ætlaði bara að minnast á þetta og sem sýnir bara það að við þurfum auðvitað að bæta okkur. Og þá kannski segir einhver hér inni, já við þurfum að gera það með því að þrengja að einkabílum að því það er auðvitað það sem hefur verið gert og einhver kinkar kolli hér út í sal, ónefndur. En það er nú bara ekki alveg rétta leiðin og hvernig skyldi nú standa á því? Það er vegna þess að það er önnur könnun, hún er líka frá Evrópusambandinu og hún er frá því í desember á síðastliðnu ári. Og það er náttúrulega, kemur svo skýrt fram að þeir sem að er að velja sér samgöngumáta, þeir leggja, það er efst á blaði eru þægindin, það er convenience. Það eru þægindin að nýta það tæki sem það tæki til ferðalega sem að valið er. Það er sem sagt hvort að það er hjólað, ekki strætó, bíl eða mótorhjól, að það er spurning það. Og það er bara númer 1, 2 og 3. Þannig að við auðvitað höfum bara eitt ráð og það er auðvitað besta ráðið og það er það að gefa og veita betri þjónustu. Hvetja fólk til þess, laða fólk að því að nýta sér almenningssamgöngur með því að bjóða betri þjónustu. Og þá kemur fram í þessari könnun og eflaust mörgum öðrum sem við höfum gert að það er til dæmis ferðatíðni, skiptir mjög miklu máli og peningarnir skiptir ekki eins miklu máli eins og maður myndi ætla. Þannig ég ætla að hvetja þá borgarfulltrúa sem hér eru inn og er að fjalla þessi mál að hugsa þetta meira út frá þeim nótum heldur en hitt sem mér finnst bara hreint og beint fáránlegt að hafa engin bílastæði, þrengja að öllum götum, helst að loka götum og þar með komum vekk fyrir það að fólk noti bílinn og geri það þá væntanlega þrátt fyrir hlýðarlega þjónustu strætisvagna. Borgarstjóri kom hérna inn á það að það veri 48% af yfirborði borgarinnar undir samgöngur og það má vel vera.
Ég veit ekki, ég hef ekki mælt það, ég hef heyrt þessa tölu áður. En hvað þýðir svona 48%? Ef borgarstjórinn hefði sagt 56%, ég hef verið alveg nær. Ef hann hefði sagt 33%, ég hef verið alveg jafn nær. Þetta segir mér ekki nokkuð skapaðan hlut og kannski maður líka segja það að hvar hefur verið mest malbikað? Hvar hefur verið mest gert í því að malbika yfirborð þessara borgar á undanförnum árum? Það er auðvitað í hjólastígum og göngustígum og það er frábært. Við erum öll sammála hjólreiðaáætlun, við höfum alltaf afgreitt í borgarstjórn hjólreiðaáætlanir í sátt. Við munum eflaust gera það aftur í fullri sátt og það þýðir það að það þarf auðvitað að gera göngustíga og malbika og þar með fyrir einhver hluti af borgarlandi undir þann ferðamáta og það má þá bara svo vera. Ég ætla nú ekki að segja mikið meir þetta, eins og segir maður svona ekki kannski alveg til í að fara að ræða samgöngumálin svona trekk í trekk í einhvern langan tíma, þetta dugar í bili, nema einhverjir kalli hér á frekari viðbrögð og ekki heldur þéttingu byggðar, ég heldur aðalskipulagsáætlanir frá 7. áratug síðustu aldar. Það má nefnilega ýmislegt segja það sko, það svona í tísku núna að gera lítið úr því aðalskipulagi sem að borgarstjóri nefndi. Síðar meir trú ég að menn fara að kunna að meta það æ betur. Það var svona hluti af þróun og svo þróun var í ákveðina átt og hún veitir okkur ákveð frelsi og veitir okkur aðganga ákveðum samgönguleiðum sem við síðan getum nýtt og breytt og bætt og aukið þá fjölbreytni sem við viljum að sé í samgöngumátum þannig að allir samgöngumátar geti sem best verið nýttir hér í borg eftir því sem að fólki líkar best. Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta eru umræður sem að byrja ágætlega og kannski ekkit mjög mörgu við að bæta ræðu borgarstjóra sem fór svona yfir aðalatriðin í þessum málum, við líka oft rætt þetta í þessum sal. En það er frábært að samgönguvikan er enn og aftur á dagskrá. Ég þekki ekki ástæðu fyrir því að það eru ekki allar borgir Evrópu sem eru þáttakundir í þessu evrópsku samgönguviku, en ég held allavega að borgin Reykjavík hafi mjög svona ríka ástæðu til þess. Og hún er nokkuð neginn þannig að maður að því að ég er hérna með prógramin fyrir frá mig að það verður á morgun verður ný hjólreiðaáætlun kynnt. Það verður viðburður í Bankastræti þar sem að leikskólakrakkar krýta á götun og gatan verður þá lokuð fyrir bílaumferð. Og svo verður vefurinn Bílfar sem er svona vefur sem gerir fólk að deila bílum. Og þessir þrír atburðir sem eru á morgun segja rosalega mikið svona það sem nú er í gangi. Það er að segja aukin áherslu á vistvænar samgöngur, aukin áherslu á það að götur borgarinnar, allavega valdar götur borgarinnar, að þær eiga að vera götur fyrir margvíslega samgönguhætti sem allra flestar. Og þar eru auðvitað sameiginlegt rými allra borgarbúa, líka barnanna. Og síðan þetta með að deila bílförum og það eða bílferðum skulum við segja, það líka svona vísir að einhverju sem getur orðið mjög stórt og þá erum við að tala deilihagkerfið og margir spá því að deilihagkerfið þegar kemur að bílum getur breytt mjög miklu og ég tala ekki þegar bílarnir eru að keyra sig sjálfur. Á fimmtudaginn þá verður allar borgin að veita samgönguviðurkenningu eins og alltaf hefur verið. Þá verður formlega opnuð göngu- og hjólabrú og síðan verður ráðstefna hjólun til framtíðar á föstudaginn í Smáralind og þar koma danskir gestir eins og fyrir nákvæmlega ári síðan. Þriðjudaginn, 22. september, þá verður frítt í strætó á það sem kallar bílleysudagurinn og síðan að þann sama dag fyrirlestur almenningssamgöngur til framtíðar. Það bandaríski skipulagsfræðingurinn Jared Walker, hann er sérfræðingur í almenningssamgöngum og heldur fyrirlestur á vegum samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
Það þarf svo sem ekki að orðlengja það, borgarstjóri gerði það ágætlega á hverju þessi mikla áherslu á samgöngur. Samgöngur eru lífæðakerfi samfélagana. Þær eru mjög mikilvægar forsendur samfélagsins. Þær eru forsendur þess að vera saman, vinna saman, læra saman, að stunda viðskipti, að njóta lífsins saman. Borgir snúast einmitt það að vera saman. Og að því að það var verið að tala hér aðeins breyttar áherslur, að þá finnst mér mikilvægt að hafa það í huga að í sambandi við skipulag sem var hérna upp úr 1960 samþykkt aðalskipulag, raunar fyrst eiginlega aðalskipulag borgarinnar, að því hafi verið hallmælt á síðari árum og þá held ég að það sé nú bara svona ákveðnum þáttum í því, ákveðnir þættir í því sem að þykja ekki hafa reynst vel, en ef maður fer svona mjög fljótt yfir þessa sögu, skipulagsmála borganna á 20. öldinni, þá má segja kannski fyrstu 2, 3, 4 áratugirnir hafi einkennst af gríðarlegri áherslu á það að búa til gott húsnæði fyrir allar borgarbúa. Síðan tekur við langt tímabil þar sem öll áhersla eða mikil áhersla lögð á samgöngur, að hafa samgöngur sem greiðastar og þá verður bíllinn í algjöru fyrirrúmi og sú skipulagshugsun hafi marga góða kosti en líka marga mikla ókosti. Gríðarlegt landpláss fyrir undir bílana, gríðarleg mengun og óhugnanlegt mannfall. Ég held að það séu 1200 mann sem hafa fallið í bílaumferðinni frá því hún hófst á Íslandi. Og svona tvöfalt til þreföld sú tala örkumlast. Þetta kom fram í rannsóknarskýrslu Óla Þórðarssonar sem var kynnt hérna fyrir árinu. Og einhver leyti hefur svona samfélagið pínlítið svona einhvern veginn sætt sig við þessar mannfórnir, en sem betur fer hefur náðst mjög mikill ávinningur í því og árangur í því að fækka banaslysum í umferðinni. En ég ætla að svona nefna það líka að við erum búin að vera nokkuð lengi á svona hugmynda- og umræðustigi og verðum það auðvitað áfram, en núna höfum við 2 mjög mikilvæg plögg, leiðarvís og sáttmála undirskrifað, annars vegar af fulltrúum í Reykjavíkurborg og hins vegar af fulltrúum allra sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þar erum við að tala aðalskipulag Reykjavíkur til 2030 og svæðisskipulagið, höfuðborgarsvæðisskipulagið til 2040. Þar eru lagðar alveg skýrar línur og við þurfum ekkert að velkjast í vafa hverjar þær eru. Þær snúast allar það að skapa hér meiri hagkvæmni, meiri velsæld, sjálfbærara umhverfi, meiri skilvirkni í umferðinni, fjölbreyttari fararmáta og þannig mætti lengi telja. Og það hefur komið fram hér áður og ég hef bent á það áður að því oft haldið fram að við vitum voða lítið framtíðina, en það alls ekki rétt. Við vitum alveg helling. Okkur mun fjölga 70.000 höfuðborgarbúum til ársins 2040 eða álíka mikið á frá árinu 1985. En á því tímabili þegar höfuðborgarbúum fjölgað 70.000 frá 85 til cirka 2010, að þá fóru 30 eða tæplega 38 ferkílómetrar undir það, og það ljóst að ef að þróunin verður með sama hætti til ársins 2040 þá einfaldlega ekki til byggingarland fyrir það. Og ég nefni þetta vegna þess að ég held að við séum komin á þann stað núna að þessir 2 meginþræðir sem voru svona áberandi á fyrri hluta aldarinnar, annars vegar að búa til gott og hagkvæmt húsnæði fyrir sem flest og hins vegar hafa sem greiðastar samgöngur, að þær fléttast saman þessar 2 meginstefnur í nýja svæðisskipulaginu og í nýja höfuðborgarskipulaginu, halda áfram að byggja sem mest af góðum íbúðum, þétta borgina og leggja mjög mikla áherslu á almenningssamgöngur og vistvænar samgöngur. Og það eins og borgarstjóri gat
eiginlega fagnaðarefni fyrir alla þá því að þeir verða fjölmargir sem ekki geta eða ekki vilja fara öðruvísi allra sinna leiða nema á bíl. Við erum að tala að ef árangurinn næst eins og fyrirhugað í aðalskipulagi Reykjavíkur og þá verði tala þeirra sem að fara eða hlutfall farin að ferða í borginni fari úr 75% niður í 58% sem að þýðir það að mikill meiri hluti borgarbúa verður áfram á sínu bílum. Það mun ekki breyta neinu nema því að það ætti að verða minni umferðartafir. Þannig ég get ekki séð betur en að þetta sé eitthvað sem að allir munu græða og eins og vinsælt að segja í dag. Og svo ætla ég að láta þess getið að lokum að umhverfis- og skipulagsráð fór í afar góða og fróðlega kynningarferð til Helsinki og Stokkólms til að kynna sér uppbyggingu þar, til að kynna sér til að kynna sér samgöngumál, til að kynna sér húsnæðismál og þar fram eftir götunum og þá kom í ljós að þar í rauninni nákvæmlega sama stefna og við höfum í okkar aðalskipulagi, okkar svæðisskipulagi, þétta borgirnar, gera þær hagkvæmari, vistvænni, sjálfbærari og meira aðlaðandi. Því að það hefur komið í ljós að þær borgir sem eru með bestar samgöngur og þó sem fjölbreyttastar samgöngur, bestar og öflugastar vistvænar samgöngur, það eru þær borgir sem að skora alltaf hæst á þessum frægu listum það sem verið að fjalla lífvænlegustu borgirnar á jarðarkúlunni. Það alltaf sömu borgirnar meira og minna. Það eru norrænu borgirnar, það Vancouver í Kanada, borgir í Nýja-Sjálandi og Ástralíu og það allt borgir sem einkennast af frábærum almenningssamgöngum, frábæri aðstöðu fyrir hjólandi og gangandi og auðvitað líka ágætri aðstöðu fyrir þá sem að fara allra sinna ferð á bílum. Og það þykir mjög eftirsótt að vera í þessum klúbbi vegna þess að þetta eru þær borgir sem að draga til sín fjármagn, fyrirtæki og starfsmenn utanað því að við, Reykjavíkurborg, að við stöndum hér í alþjóðlegri samkeppni. En að því ég var að myndist á Helsingi og Stokkólm að þá ég hér með leyfi forseta með drög að nýju aðalskipulagi fyrir Helsingi og þar eru nefnd nokkur meginatriði, það eru skilgreind 10 lykilatriði fyrir nýtt aðalskipulag í Helsingi og þá mig langar að með leyfi forseta að nefna 2-3, kannski 4-5 lykilatriði sem að þeir í Helsingi ætla að nota og fara eftir. Þeir vilja þétta miðborgarsvæðið, þeir vilja teygja á miðborgarsvæðinu til norðurs, rauninni lengja eða teygja miðborgarsvæðið 3 kílómetra til norðurs og byggja þar mjög þétta byggð í norðurenda miðborgarsvæðisins. Þeir leggja mikla áherslu á samgöngur og meðal annars áherslu á brýr á milli hólma og eyja sem eru þarna í þessu landslagi. Svo mjög athyglisvert að þeir hafa sett fram plan það að nokkrar megin umferðaræðar sem að liggja inn í borginu og út úr henni aftur sem að hafa haft mikil veghelgunarsvæði kringum sig. Sambærileg gata til dæmis Miklabrautir í Reykjavík, að þeir ætla að breyta þessum götum frá því að vera rauninni stoppbrautir, hraðbrautir inn í miðjum borgunum í breiðgötur eða búlivarda, það sem hægir á umferðinni og byggja þétt að þessum breiðgötum. Og það þá aðalega kannski skrifstofuhúsnæði og atvinnuhúsnæði, hugsanlega líka íbúðarhúsnæði upp á efstu hæðum og þannig eru þeir að nýta sitt takmarkaða byggingarland eins vel og þeir mögulega geta. Þeir leggja líka miklu áherslu á grænusvæðin og líka á sem sagt að í borginni eigi að vera grænt net, það að segja að þú getur farið allstaðar á milli á grænum svæðum.
Það svona útfærsla á þessu fingraskipulagi sem var frægt á miðja 20. öld og að nokkru leyti hér í Reykjavík, og ég tel að það sé, við þurfum að íhuga það líka mjög vel. En sem sé, stefnan hefur verið mótuð, hún hefur verið samþykkt, hún í mjög góðu samræmi við stefnuna í skipulögum Helsinki og Stokkólms, og ég nefni nokkrar frábærar og frægar borgir sem við fengum að kynnast. Þannig að ég held að við séum svona nokkuð vel sett hvað það varðar, og nú í rauninni það sem stendur fyrir dyrum að framkvæma, og framkvæmdur eru þegar hafnar með lagningu hjólastíga, með forgangsagreinum fyrir strætó, og svo mætti lengi telja. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og ágætu borgarfulltrúar. Yfirskrift dagskráin sem sendar út var samgöngumál, og ég tók því náttúrulega þannig að hérna ætlum við bara að fara að ræða flugvöllinn og ekkert annað, enda náttúrulega mikið og umdeilt samgöngutæki. En það nú einu sinni þannig að ég ætlaði nú, þetta átti nú að vera djók sko, en það fannst þetta greinilega engu fyndi að ég ætla að fara að ræða hérna flugvöllinn einu sinni enn, já, nema varaborgarfulltrúanum. En það jú þessi evrópska samgönguvika. Það sem hefur komið fram náttúrulega að það sem hefur með þróun borga að gera nefnilega nákvæmlega málið í þessu tilviki. Alveg svo borgarstjóri fór inn á og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur líka rætt. Það sem að tengist samgöngumálum og þróun borgarinnar sem við búum í, óháð því hvernig þróun borga annars staðar, að Reykjavíkurborg ekki eigandi alls landsins í borginni eða þeirra fasteigna sem við myndum svo gjarnan, sýnist mér öllu, vilja ráða yfir. Þar ég til dæmis að tala uppbyggingu á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og flugvöllinn, og síðan náttúrulega úthverfi borgarinnar. Sem að reynslan hefur náttúrulega sýnt, hvort sem við skoðum gömul deiliskipulög eða þær áherslur, að borgin að þenjast út, og þrátt fyrir það að við höfum það að markmiði sem nú samt ekki meitlað í stein þéttingu byggða, að þá það nú einu sinni þannig að borgin þenst út og við getum ekki spornað gegn því. Sú framtíðarsýn borgarinnar sem að núna í boði vinstri meirihlutans og reynda þess meirihluta sem var í fyrra raunverulega þessi þétting byggðar. En við stöndum samt frammi fyrir því að við höfum ekki það landrými sem þarf til þess að þétta byggðina af þeirra óskum. Og það bara staðreynd sem við stöndum frammi fyrir, hvernig sem hún verður leyst. Það eru 2,5 ár til stefnu til þess að reyna að leysa það. En við viljum byggja borg sem rúmar alla og fyrir alla, óháð fjárhag, menntun, stöðu og fjölskyldustærð. Og það þýðir uppbyggingu úthverfanna líka. Margt gott og annað slæmt. En í þeirri umræðu sem hérna hefur farið fram hefur aðalega verið talað 3 þætti. Það hefur verið talað sem samgönguhætti með bifreiðum, almenningssamgöngur sem eru þá annaðhvort lestir, léttlestakerfi, ferjur, það var reyndar enginn farið inn á það, þrátt fyrir að borgarstjóri hafi undirritað samkomulag við bæjarstjórana Akranesi að skoða mögulega ferjusamgöngur á milli og hjólreiðar. En ég vil líka horfa til þess að við verðum að horfa til samgangna á loftu og láði líka, og það gert í Helsinki og Stokkhólmi, væntanlega í þeim borgum þar sem þið fóruð að heimsækja. Ég held að sé ekkert óalgengt að notast þar mikið við ferjur til að mynda. Og hversu margir til dæmis að koma inn í borgina til vinnu úr nágranna sveitafélögunum, þá ég ekki bara við Kópavog og Garðabæ og Hafnarfjörð,
sem að geta fræðilega séð úr Mosfellsbæ komið á hjóli, heldur kannski þá sem að koma frá Akranesi, Keflavík, Reykjanesbæ, Grindavík, Selfossi, Hveragerði og þaðan af lengra. Þar ganga almenningssamgöngur, eru til tölur það hversu stór partur það af þeim sem að koma inn til borgarnar. Það setur okkur líka í ákveðin vanda við að nota takmarkanir eins og þekkist í mörgum stórborgum fyrir verið að setja takmarkanir á bílaumferð inn í borginnar. Mér langaði kannski að fá upplýsingar frá borgarstjóra þegar hann talaði að 48% landrýmis í borginni væri undir samgöngumannvirki, hvort hann teldi þar flugvöllin með. Mér finnst reyndar frekar ósmekklegt að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinssyni fara að ræða hér dauðsföll af völdum bíla í samhengi við samgönguáætlun Reykjavíkurborgar. En það sem ég held að við séum öll sammála það að við erum sammála að byggja betri borg með góðum samgöngum. Við vitum af þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir og þær tengjast meðal annars að miklu leyti tengingunum við loftslagsgæði sem því miður eru ekki alltaf sem best hér í borginni hjá okkur. Það sem við erum aftur á móti ekki sammála og það sem okkur greinir á er í raun og veru fyrsta lagi, það forræðishyggjan. Hversu mikið ætlum við að stjórna borgarbúum í þær áttir að þeir hafi ekki val samgöngumáta. Og þá ég náttúrulega að tala að það ágreiningur og fólk ekki sammála, hvorki í borgarstjórn né þeir sem kusu okkur inn, það hvort að það eigi að fara í þrengingu gatna, hvort að við séum að fækka bílastæðum, hvort að það eigi að fara í þessa miklu þéttingu byggðar eða ekki. Í öðru lagi það eru aðferðir, það hvaða aðferðir það eru sem við veljum. Í þriðja lagi það ráðstöfun fjármunina og þá kemur aftur inn í ráðstöfun fjármunina til þess að stofna léttlestakerfi, fara í ferju til Akranes, fara í gerð hjólastíga eða gatna, bara svo dæmi sé tekið. Og síðast en ekki síst að þá það tímarammi þéttingu byggða sem okkur greinir á. Stefnan aldrei meitluð í stein, þó svo að við séum að vinna eftir aðalskipulagi núna sem samþykkt til 2030. Við erum kosin inn til þess að leggja okkar á mörkum til þess að gera borgina betri að öllu leyti og við það ætlum við að standa. En þakka fyrir að þetta mál sé tekið á dagskrá. Takk. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sinni, þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórnar, tvennt sem að ég vil nefna og kannski byrja á valkostunum, af því að ég sé allavega þannig að þeir sem að vilja ganga og taka strætó og hjóla, þeir eiga að hafa þann valkost og þeir sem að vilja bara vera á bílum, þeir ekki að stjórna því hvort að hinir geti kosið sér þann samgöngumáta sem að þeir vilja. Nefnum þetta vegna þess að Landspítalanum var gert stór viðhorfskönnun. Þar kom í ljós að miklu mun fleiri starfsmenn vildu nota vistvæna samgöngu hætti en gerðu og það hefur aukið síðan. Og við erum að tala þann hóp sem að hafa áhuga á þessu. Þannig að ég tel að mjög skrítið ef að þeir sem fara á bílum eiga að ráða því hvernig hinir sem að fara ekki á bílum eigi að fara. Í öðru lagi að þá mótmæliði harðlega sem að borgarfulltrúin Sveinbjörg sagði að það væri ósmekklegt að mér að nefna það hræðilega mannfall sem að bílaumferðin hefur valdið á Íslandi. Ég tel það við hæsta móti ósmekklegt að vilja ekki nefna það, eigum við bara ekkert að horfast augu við það. Ein ástæðan fyrir því að það tókst að fækka hér banaslysum í Reykjavík sem verður öll af völdum bíla svo að fólk horfðist í augu við það, að það var óbærilegt. Hversu margir gangandi vegfarendur létust í bílslysum. Þess vegna voru ráðin tekin af bílstjórum í þeim skilningi að þeir voru neyddir til þess að keyra hægar en þeir vildu, nefnilega á hámark 30 km. Bara sú ráðstöfun hefur orðið til þess að fækka banaslysum á gangandi vegfarendum, þannig að fyrir 10-15 árum voru það 2 á hverju ári, sem hræðileg tala. Í dag það 1 á hverjum 2 árum. Það ótrúlegur ávinningur. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi við lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir andsvari.
forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar. Ég vildi bara leiðrétta þann misskilning að ég ætlaði ekki, ef ég hef látið það í veðri vaka í ræðu minni hér áðan, að ég teldi að þeir sem að væru á bílum ættu að stjórna gangandi eða hjólandi vegfarendum eða þeim vilja með einhverjum hætti, þá var það alls ekki þannig, bara svo að það sé sagt. Af því að ég til einmitt að það sé mjög mikilvægt að við höfum val, en við valið að þá virðum við samt sem áður rétt hvors annars. Og það kemur kannski þá inn á annan punkt sem ég nefndi ekki í ræðu minni áðan, örstutt, það auðvitað eru árekstrar á milli þessara hópa, bæði gangandi og hjólandi, gangandi og keyrandi, keyrandi og hjólreiðafólks, svo mætti lengri telja. En það er áskorun sem við stöndum frammi fyrir að reyna að bæta. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá er andsvörum lokið og næsta menningarskrá er borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst alveg einstaklega skemmtilegt að vera hérna uppi að tala um samgöngur. Samgöngur er ábyggilega eina helsta ástæðan fyrir að ég fór út í borgarpólitík til þess að byrja með. Ég var enda bara í mastersnámi í umferðarverkfræði þegar ég einhvern veginn datt í það að fara að vinna fyrir borgarstjórn og hef haft mjög gaman að síðan. Mér finnst líka þessi vitundavakning í það að samgöngur séu svolítið upphaf og endis alls. Það er svona, þetta er farið að dreifa úr sér og ég er bara gaman að heyra borgarfulltrúa hérna takast á þessa hluti. Það sem ég veist einhvern veginn erfitt stundum í umræðunni er hvað hún er pólariseruð. Það er stundum látið eins og hér séu einhverjar fylkingar að takast á. Eitthvað fólk sem vill alltaf keyra og hata þá sem hjóla og síðan einhver sem hjóli alltaf og hati þá sem keyra og síðan séu einhver mikil átök þarna á milli. Að einhver leyti held ég að kristallist kynslóðabil. Og ég ætla að leyfa mér að segja að ég sé af annarri kynslóð heldur sumið inni en það er ég yngsti borgarfulltrúinn. Það er þannig að framtíðin allstaðar í heiminum og framtíðin hérna á Íslandi er í multimódal. Hún felst í fjölbreyttum ferðamátum. Til að mynda ég, þótt ég hati að tala um sjálfum mig í svona samhengi, kom að bíl í dag. Ég var þannig ekkert að kjósa með því að borgarstjórn legði meiri áherslu á bíl heldur en hjól. Í gær var ég hjólandi allan daginn. Af því að ég held að sjálfur rétt sem borgarfulltrúi Júlíus Vífill kom inn á, þetta snýst að mörgu leyti þægindi. Og þá snýst þetta líka að mörgu leyti það að við sem að gera mismunandi ferðamátum jafn hátt undir höfði. Þannig við erum að jafna út þægindin. Það á ekki vera þannig að það sé búið að velja fyrir þig að það sé alltaf þægilegra að vera á bíl eða alltaf þægilegra að vera á hjóli og þannig einhvern veginn búið að svona stýra þér of mikið. Daginn fór inn á kommentakerfi, það var að segja frá hjólreiðaáætlun. Það voru mörg kommentar fyrir neðan, þau snerust fyrst og fremst við það að þessi meirihluti í borgarstjórn væri búin að taka alla peningana úr gatnakerfinu og leggja bara hjólastíga og væri að eyðileggja gatnakerfið. Það væri áhugavert ef það væri satt, en það er það hins vegar ekki. Ef við skoðum aðeins hvernig tölurnar eru búin að þróast, þá okkur einasta ári fer 3,5 milljarðar eingöngu í rekstur og leigugatna. Inn í þessu eru engar nýlagningar, verkefni eða vetrarþjónusta eða annað. Það sem hefur verið að setja hins vegar nýlagningar og rekstur hjólastíga er cirka bát 500 milljónir. 500 milljónir upp að sem við getum verið að keppa við hvar sem er í kerfinu. Sem dæmi þá held ég að endurgerð Hverfisgötunni í heild sinni hafi verið 1,5 milljarður ef að safnast allt saman. Þar getum við sagt að það sé þrefalt það sem við setjum hjólastíga á hverju ári. Það er líka sem við talaðum aðförinni að einkabílnum og það verður að tala við séum að þrengja gatnakerfið. Mér er svo gaman að spyrja fólk, ef þetta er að giska, jafnvel setja það peninga eða bara getið unnið eitthvað með í bíó, hvað haldið þessi búið að þrengja mikið að gatnakerfinu í Reykjavík á senstu 5 árum? Það er búið að þrengja 0,6% af því. Og þá er bara við til að mynda þegar þrengingarnar hafa bara skilað af sér þrengri akrinum. Ég tók það sem þrengingar, þetta er ekki eins og tala um að ég var að fjarlægja akrinnar. Þannig að það er svolítið yfirdrifið að geta kallað þetta aðför. Þetta myndi kannski geta kallast selbitinn í einkabílinn, frekar en aðförin að einkabílnum. Það er líka oft að ræðum hver ánægjan sé með þetta. Það er umræðan líka oft mjög polariseruð, eins og hér séu aftur jafn stórar fylkingar sem skipti sér upp og sláist. En þegar við skoðum líka þróunina til að mynda með aðgerðir eins og sumargötur, þá er jákvæðnin í garð sumargatna 76% og það eru 9% neikvæðir.
Þetta er alls ekki að ræða jafn stórar fylkingar sem takast á, en oft hefur maður tilfinninguna að neikvæðar raddir fái bara einfaldlega meiri athygli í fjölmiðlum. Borgartúnið hefur líka oft verið rætt. Ég hef furðað mig oft á umræðin svona og heftinni sem þar í umræðin breytingarnar á þessari götu. Breytingarnar voru mjög litlar. Akreinum voru ekki fækkað, þeim var einfaldlega aðeins þrengda, það var komið fyrir hjólastígum og það fækkað aðeins bílastæði með götukassa. Ég hef lesið fjölmörg blogg hvað þetta hafi verið hræðilegt. En þegar við skoðum staðreyndirnar, þá kannski finnst sumum þetta hræðilegt, en strætófarþegum fjölgaði 17% í götunni eftir breytingar og var það sprenging miðað við aðra fjölgun í öllu strætókerfinu og hjólandi fjölgaði 220%. Gangandi fjölgaði líka verulega. Og ef við segjum, ok, þetta er eitt, hvað er hitt, hinn mælikvarðinn? Jú, það opnaði nýtt kaffihús, nýtt bankaútibú og eitt kaupmaður sem fór mikinn í fjölmiðlum og sagðist ætla að færa reksturinn sinn úr götunni hefur nú hann hætti ekki bara við að flytja reksturinn úr götunni, heldur er að opna nýja verslun í Borgartúninu líka. Þannig að það hlýtur að segja okkur eitthvað. Við tölum strætó, þá er sem líka áhugavert að skoða aftur þægindi. Grafavogur er stórt hverfi í austari byggðum Reykjavíkur. Hávara raddir þaðan finnast mér stundum ekki endurspegla þá flóru sem býr í hverfinu. Til að mynda að vita fáir að Grafavogsbúar eru duglegar á öllum Reykingum í að endurvinna, eru með mjög jákvætt viðhorf til hjólreiða og eru það hverfi sem nýtir sér mest þjónustu strætó. Og þar komum við aftur inn á þægindin. Til þess að tengja betur Grafavog við Reykjavík, þá voru byggð held ég dýrustu mislægu gatnamót á öllu höfuðborgarsvæðinu. Fullkomin 4 laufa smári, eins og við kallum þetta. Þetta eru afkastamestu mislægu gatnamót sem við getum byggt, samt eru þau þannig að þar er eiginlega bíll við bíll, alltaf á háannatíma og ef við komum inn á þægindin, ástæðan fyrir því að Grafavogsbúar eru duglegast að nota strætó er að það er einfaldlega þægilegra. Þú ert fljótari með strætó úr Grafavoginum niður í bæ heldur en þú ert á einkabíl. En það er margt sem við þurfum að skoða. Fyrir mér eru samgöngur ekki bara samgöngur. Samgöngur eru lykillinn að góðri lýðheilsu, samgöngur eru mannréttindi, samgöngur eru ferðafrelsi og samgöngur eru gæði. Þau eru upphaf og endir á gæðum í borgarlandinu. Ég held stundum að of mikið púður farið þegar að ræða stakar aðgerðir og svona tæknileg atriði og ég held einhvern veginn að borgarstjórn hérna þrátt fyrir mismunandi skoðanir gætu alltaf sameinast í sameiginlegum markmiðum. Að við viljum öll að það sé þægilegt að ferðast í borginni, að fólk sé öruggt, að fólk hafi val og það sé hagkvæmt. Síðan höfum við mörg okkar hugmyndir hvað þessi bestu aðgerðirnar til þess að fara í, en í rauninni þá hefur við bara fagnað því að við séum í sameiginlegu loka markmið og síðan getum við alltaf tekist á litlu hlutina. En Evrópsk samgönguvika, framtíðin held ég að sé bara björt og núna kannski ætti líka eitt markmið okkar vera að auka bara tillitssemi. Að ég held að eins og komið var fram á hvort sem sé tillitssemi við aðra bíla, við hjólandi, við gangandi, við alla. Við erum ekki pirruð á túristunum sem labba aðeins og hægt. Ef við sýnum öll tillitssemi þá held ég getum öll ferðast betur í borginni. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa hvern annan með fullu nafni og starfstitli. En næstur er borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér samgöngumál í svona víðu samhengi frekar og ágætis umræða bara og margt fróðlegt sem hefur komið hér fram. Nokkrir punktar sem að mig langar að svona nefna hér. Fyrir það fyrsta, ég sem sagt hef svona það markmið að koma öðruvísi en á einkabíl 2 til 3 í viku. Á annaðhvort gangandi, hjólandi eða í strætó. Og þetta gengur bara alveg þokkalega. Þetta
svona krefst þess að maður hugsi málin örlítið. Það ekki, þetta svona, gerir það verkum að ég reyna að vera ekki alltaf á síðustu stundu og kom mér ekki í þá stöðu að einhvern veginn eina ráðið fyrir mig til að komast milli A og B á þeim tíma sem ég þarf sé að rjúka út í bíl og keyra eins og druslan dregur. Þetta hefur auðvitað, þetta svona markmið sem auðvitað tilkomið vegna þess að ég hef verið að starfa hér í þessum borgarmálum og hef einhvern veginn, þessi samgöngumál okkur ofarlega í huga og auðvitað eitt svona aðal viðfangsefni okkar sem hér og í raun og veru eitt af aðal viðfangsefnum bara heimsbyggðarinnar, það samgöngumáli. Og það til dæmis merkileg staðreynd að ef ég man það rétt þá held ég að 70% af útblæstri í borginni komi frá bílum, frá bifreiðum. Það auðvitað ansi mikið og raun og veru sjáum við að það ótrúlega auðvelt að minnka þennan útblástur verulega ef að fleiri myndu bara prófa að gera setja sér þetta einfalda markmið sem ég hef gert og fara eftir því. Að auki þá auðvitað fyrir vikið þá sem sagt bý ég við það að ég ég finn það mjög greinlega að ég heilsuhraustari fyrir vikið. Það að segja eftir að ég breytti úr því að fara bara alltaf á bílnum eins og svona dálítið svona default sem maður sletti. Það er default mode í Íslendingum, það að fara allra sinna ferða á bíl. Ef það eru 150 metrar í búðina þá keyrir náttúrulega. Það er ekki að bera einhverja poka alltaf þessa leið, það er bara mjög óþægilegt. Og einkabíllinn er svona, já, hann er einhvern veginn dálítið enga. Hann er ekki mikið svona, hann er ekki svona samþengjandi fyrirbæri. Það er þú, það er svona svolítið ég og mig frá mér til mín. En hann er verulega þægilegur á stundum. Þannig að það segir sér alveg sjálft að ef þú ert bara að hugsa sjálfan þig og ert ekkert að spá í að þú getur fengið eitthvað svona einhverja auka afurð úr því að ferðast öðruvísi, þá er einkabíllinn einhvern veginn bara default fyrsti kostur. Og þetta er svona kannski það viðhorf sem við höfum aðeins verið að reyna að breyta með því að gera fólki kleift að nota eða ferðast milli staða á annan hátt en með einkabílinn. Það er þannig að þessi borg hér og þetta landsvoltið, höfuðborgarsvæði, þetta er dálítið skipulagt út frá þessum hugsanahætti, hefur verið í gegnum árin. Að þú komist allra þinna ferða á þínum einkabíl þegar þú vilt. Og annað verður bara einhvern veginn að víkja fyrir því. Og þetta er viðhorf sem að breytast. Margir finna það eins og ég meina ég er nú komin kannski, ég er ekki ungmenni lengur og allt í lagi með það, ég kann ágætlega meta það bara að vera svona að nálgast það er alltið í það, en ég svona nálgast það, hægt og bítandi að vera það sem ég kalla miðaldra. Ég er ekki orðinn 50 ára gamall, þannig ég er ekki orðinn miðaldra og ég meina ég þarf aðeins að hugsa heilsuna, svona sjálfvirknin í viðhaldi líkamanns er svolítið búinn, þannig að ég þarf aðeins ég þarf aðeins að svona þarf að hugsa að hreyfa mig aðeins og svona og þetta er auðvitað langt skynsamlegasta leiðin fyrir mig til þess að hreyfa mig. Það er að nota tíman þar sem ég er að ferðast milli A og B, til dæmis til og frá vinnu í eitthvað annað en að sitja á rassinum í einkabíl og hlusta ég vel á útvarpssögu. Þannig að ég segi bara fyrir mig hefur þetta gert mig gríðarlega gott svo sem náttúrulega er það líka auka afurð að svona kallar sem er að komast á miðjan aldur sem að hjóla
þeir fá náttúrulega töluvert bæði stinna kálfa og svo verður rassinn líka stinnari. Og það er ótrúlega jákvætt og maður finnur þetta ótrúlega fljótt. Þannig að það eru svona margir góðir fylgifiskar með þessu. Ég býð svo vel reynda líka og að ég býð við mjög góða strætósamgöngur og strætó er svona fyrir mig valkostur sem er mjög góður. Það er mjög þægilegt fyrir mig að komast heima frá mér, ég býð inn í Teigum og hérna niður í bæ eða upp í Mjódd með strætó. Og það er auðvitað hér var nú talað viðhorf gagnvart strætó og fólki finnist þjónustan vond, léleg, en auðvitað er það þannig að þeir sem að nota ekki strætó, þeim finnst þjónustan lélegust. Þetta hefur nú margoft verið bent á. En hins vegar þá er það þannig að þeir sem nota strætisvagnana í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu og svo sem út allt land, en nú talum við þetta út frá Reykjavík hérna, þeir eru almennt svona nokkuð ánægðir. Þar með er ég ekki að segja að með ekki bæta kerfið, þetta þarf að bæta kerfið allverulega og það er ef það á að vera, ef þetta á að geta verið fyrsti valkostur, þá þarf það auðvitað að vera þannig að tímamunurinn á því sem að þeim tíma sem það tekur að ferðast frá A til B með bíl eða strætó, hann verður að vera strætisvagninum mun hliðhollar en hann er í dag. En þetta eru hlutir svona sem að við hljótum öll að vera sammála og erum auðvitað öll að vinna í, bæði leynt og ljóst. En það er náttúrulega líka svolítið viðhorf gagnvart strætó sem að það er pínu svona, hvað ég var að segja, það er ennþá fólk sem að lítur á það sem svona einhvern svona lúserstimpil að nota strætó og það sé einhvern veginn, þú notar ekki strætó nema af því þú ert í einhverjum vanda, það er töluvert af fólki sem að ég meina við þekkjum þessa tilfinninga, þú sér mannesku sem er yfir 20-25 ára í strætóskili þá hugsaðu, já, allir segja, mist prófið eða allir bíllinn hafi bilað. Það er eitthvað það er ekki litið á það sem, það er ekki fyrsta hugrenningin sem þú færð að þetta sé eðlilegt ástand. Að einhver leyti er þetta kynslóðatengt. Ég held að svona yngra fólk auðvitað hugsar ekki svona. En þeir sem eru svona kannski, já, eru svona nálgast miðjanaldur og þaðan upp úr, það er svona, það er svolítið þannig að strætisvagnin er einhvern veginn ekki hugsaður sem besti eða fyrsti valkostur. Og svo það auðvitað hjólastígarnir sem hefur verið mikið, sem eru búið að bæta mikið. Hjólastígarnir gera þannig að verkum að við getum farið nánast allra okkar ferða hér innan höfuðborgarsvæðisins á mjög þægilegan og einfaldan hátt hjólandi og bætt heilsu okkar verulega í leiðinni. En þetta er frábærlega skemmtilegt umræðuefni, samgöngunnar. Ég áttaði mig ekki til dæmis á sjálfur að tíminn liði eins hratt og hann gerði. Mér finnst ég vera nýkomin hérna upp og samt er tíminn eiginlega búinn, þannig að ég þakka fyrir mig og kem kannski hér upp síðan ef að sá gallinu á mér. Takk fyrir kjalla. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það vill verða þannig borgarfulltrúi Björn Blöndal að þegar maður fyrir að segja fjallum borgarmálum með því að segja reynslusögur af sjálfu sér og setja það samhengi, þá er alveg sammála því að þá vill tíminn fljúga mjög hratt hér í pontunni. Manni finnst maður að vera nýbyrjar og þá er annars tíminn búinn. En ég ætla ekki að vera mikið í reynslusögunum, að minnsta kosti ekki af sjálfum mér. Heldur fjallum þetta áhugaverða viðfangsefni sem eru samgöngumál í Reykjavík og hvernig við getum staðið þannig að málaflokknum að það sé til sem mestra heilla fyrir heildina. Á mörgum sviðum þá eru samgöngumál í borginni á góðri leið. Það hefur verið mjög ánægjulegt að sjá á undanförnum árum og rauninni áratugum
þá viðleitni borgarinnar til þess að leggja meiri áherslu á hjólreiðar. Það er ekki langt síðan, það eru nokkur ár síðan að hjólreiðaáætlun var samþykkt hér í borgarstjórn og með markvissum hætti þá hafa menn innleitt umbætur í hjólreiðamálum. Þetta er dæmið það sem tók tíma. Ég man vel eftir bara það leyti sem ég byrjaði í borgarstjórn, þá voru allir borgarfulltrúar á því að það þyrfti að bæta aðstæður gangandi og hjólandi í borginni og það voru samþykkt metnaðarfull plögg. Ég man eftir mjög metnaðarfullu plaggi frá árinu 2002 þar sem var mjög mikið kveðið á slíka innleiðingu en það tekur langan tíma að snúa stóru skipi og kerfið var svolítið lengi að fylgja á eftir en gerði það á endanum og nú sjáum við að okkar góðu embættismenn eru flestir ef ekki allir mjög innstilltir á það að hafa hagsmuni hjólandi og gangandi fólks í huga þegar að ný mannvirki eru hönnuð eða gömul endurbætt. Nú, hið sama má mörguleyti segja með strætisvagnana. Það efast enginn að það er mikil velviti í kerfinu gagnvart strætó en ég tel að þar hafi okkur þó að nokkur leyti verið mislægar hendur. Við setjum mikla fjármuni í málaflokkin en ég er þeirra skoðunar að leiðakerfið sjálft sé alls ekki nógu gott og gæti verið mun betra. Þegar maður heyrir í borgarbúum vegna almenningssamgangna þá tekur maður til því að óánægja með strætókerfi er miklu meira í eystri hluta borgarinnar heldur en í vestari hluta borgarinnar. Ég var áþreifanlega var við þetta þegar ég hitti flestöll ungmennaráð borgarinnar fyrir nokkrum árum og þá voru þá sá maður að strætómálin voru efst á baugi í eystri hluta borgarinnar en þeir sem bjuggu vestar voru margir bara ágætlega sáttir. Og maður sér þetta sjálfur þegar maður sér hvernig leiðakerfið er hannað. Þunginn liggur svolítið vestanmegin og ég held að við hafi fyrir að velta því fyrir okkur núna og svo í samgönguvikunni hvort það sé virkilega til heilla þessi þrákelkni meirihlutans að ætla með pólitískum hætti að velja samgöngumiðstöð og miðstöð almenningssamgangna stað mjög vestarlega í borginni á Vatnsmýravegi 10 hjá BSI í stað þess að fara í bara góða könnun á því hvaða staður sé bestur til þess að þjóna sem slík miðstöð fyrir allt höfuðborgarsvæði því að það eru allt höfuðborgarsvæði undir í okkar vinnu, ekki bara Reykjavík og sjálfur hef ég efasemdir BSI vegna þess að vinna sem ég í mjög vandlegri vinnu fyrir leiðakerfisbreytingan 2005 sem ég tók þátt í þá man ég eftir að erlendir sérfræðingar sögðu ef þið ætla að breyta miðstöð þá þurfum við að hafa þennan stað nálægt demografískri og umferðarlegri miðju höfuðborgarsvæðisins ef við ætlum að skipta. En við skiptum ekki þá og ég held að það hefur verið mistök. Það var áfram byggt á Lækjartorgi og Hlemmi, Lækjartorg sem var fínn staður 1930 og Hlemmur sem var fínn staður 1950-60, dugði kannski vel hvort tveggja til 1980 eða fram yfir það. En ég held að menn hafi alls ekki vandað sér nógu vel í því að besta þetta mál, finna besta staðinn fyrir nýju samgöngumiðstöðina og miðstöð almenningssamgangna og það er hægt að vitna til þess að í skýrslum sem voru gerðar af forstigi málsins þá komu fram efasemdir það að BSI væri besti staðurinn og það er svo sem verið vitnað oft til hennar hér í borgarstjórn. Ég tek fram, ég ætla ekki að útiloka BSI sem besti staðurinn en ég hef bara ekki fengið þau gögn í hendur sem sannfæra mig að svo sé, alls ekki og eiginlega þvert á móti. Ég held að miðstöðin þyrfti að vera eitthvað austur í borginni ef við værum að reyna að ná jafngóðri þjónustu yfir alla Reykjavík og jafnvel allt höfuðborgarsvæðið. Það hefur hins vegar ekkert með það að gera að auðvitað viljum við þjóna hér hinnum forna miðbæ mjög vel sem á stærstu vinnustöðum landsins, Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur og Landspítalanum. Það hefur ekkert með það að gera. Það geta verið þessum stöðum öllum getur verið mjög vel sinnt þó að sjálf miðstöðin sé austar. Helsti kostunum kannski við miðstöðina er sá að við getum auðvitað aldrei skapað kerfi sem er algjörlega án skiptinga. Auðvitað reynum við að lágmarka skiptingar en það er ekki hægt það verða alltaf einhverjar skiptingar í borgarstærði Reykjavík og þá er þetta að fara mjög mörg rök fyrir því að það sé betra skiptingar eigi sér stað austar eða nálægt þessari demografísku miðju heldur en
svona langt vestur frá. Þetta held ég að með hugleiða í þessari samgönguviku. Nú, það var talað í ráðan samgöngumál og umferðaröryggi og það alveg rétt, auðvitað skipta öryggismálin mjög miklu máli þegar við ræðum samgöngur. Samgöngur eru mjög ofarlega í huga fólks. Ég var eins og ráðstefnu þar sem voru kynntar niðurstöður könnunar, svona lífsskylda könnunar, mjög stór könnun sem var held ég gerð í Bandaríkjunum og Evrópu á sama tíma og fólk var spurt hvernig að raða því í efstu sætin í sínu lífi, hvað skiptir sem mestu máli og langflestir settu þetta fjölskylduna í efsta sæti og svo var vinnan í öðru sæti og síðan voru samgöngunar í þriðja sæti og sýnir okkur hvað samgöngur skipta miklu máli í nútíma lífi og þarf ekki að undra að ákveðin hluti nokkuð stór hluti af borgarsamfélagi fari undir samgöngu mannvirki og svona helgunarsvæði þeirra. Ég held samt að aukningin á síðustu árum hún hafi mjög mikið verið vegna þess að við erum að bæta aðstæður gangandi og hjólandi vegfarenda. Ég vona að þegar að menn pirra sig við því að ómikið landfærandi samgöngumannvirki þá held ég að aukningin hafi mjög mikið verið í því á síðustu árum. Og svo segir sig þetta sjálft að í dreifbýlli borg eins og Reykjavík þá fer auðvitað hlutfallslega meira rými undir samgöngumannvirki heldur en í þéttbýlli borgum. Þetta eru ákvarðanir bara sem borgarstjórnir hér og fólki sem bjó hér í borginni á undan okkur raunni tók og þessi stefna þéttingu byggðar sem auðvitað bara fín út af fyrir sig, það er ekkert langt síðan að hún kom til skjalanna og varð almennt viðurkennd og þó ég held að flestir við ekki allir borgarfulltrúar séu hlynntir þéttingu byggðar en það á samt ekki að stöðva okkur í því að vilja hlúa vel að samgöngum og gera fólki kleift að komast á milli staða með skjótum og áreiðanlegum og öruggum hætti og þá komum við að því, megum við tala um dauðsföll í umferðinni, dauðsföll af völdum bíla, megum við tala um það, já, að sjálfsögðu ef að tala um það í borgarstjórn og höfum þetta oft gert það og það er mjög vel við hæfi í umferðarmálunum þegar við tölum þau að velta þá fyrir okkur hvaða mannvirki það eru sem hafa aukið umferðaröryggi mest í borginni og það má fara góð rök fyrir því að það hafi verið mislæg gatnamót. Mér finnst leiðilegt á seinni árum þá að menn reynt að stilla þessu upp sem einhverju svona hægri vinstri málum. Staðreyndin er svo að það eru mörgum mislæg gatnamót í Reykjavík, ætli þau séu ekki í kringum 15. Þau eru hins vegar mjög misjafnlega gerð. Þegar rætt mislæg gatnamót í borginni, þá tek ég eftir því að borgarfulltrúar vinstrimanna tala mjög oft slaufu gatnamótin eða fjóralefa smáran, stóru gatnamótin sem tengja saman Miklubraut, Vesturlandsveg og Sæbraut, Breiðholtsbraut. Þá voru þessi gatnamót dregin fram og maður verður var við að í umræðunni jafnvel meðal blaðamanna þegar tala mislæg gatnamót að fólk vil ekki sjá fleiri svona slaufu gatnamót eins og eru þarna Veðallárnar eins og valið standur það eins og það sé ljóst að ef fleiri mislæg gatnamót eru í byggð þá verður þau þannig. Það auðvitað ekki þannig. Þessi gatnamót eru náttúrulega barn síns tíma, þau voru hönnuð í kringum 1965 og tóku náttúrulega mið af þeim aðferðum sem voru þá í gildi og í rauninni væri hægt að ná auknu landsvæði á þessum stað með því í rauninni bara endurhanna gatnamótin og gera þau hans nýtískulegri úr garði. Það má auðvitað reikna út að það land sem við myndum vinna með þeim hætti, hvort að það geti, og selt það, hvort að það geti borgað sig og jafnvel borga sig vel upp í kostnað við slík gatnamót. Nei, það hefur mikil þróun orðið í gerð mislægra gatnamóta síðan. Sum mislæg gatnamót eru í rauninni bara göng undir braut eins og til dæmis eins og, ég man ekki hvað gatan heitir til dæmis bara eins og göngin undir Vesturlandsveg, eða það eru tvenn göng undir Vesturlandsveg, annars vegar við Nesti og hins vegar hjá Bifreiðaeftirlitinu.
Þetta eru mislæg gatnamót þar sem nánast enginn verður var við, af því þau eru svo nett, þetta eru bara göng undir götun, en er samt þetta skilgreint sem mislæg gatnamót. Það eru fá sem fer svo lítið fyrir, en síðan eru þau nokkur, eða sem sagt allir þessu ekki milli 10 og 15 í borginni, og það er alveg óumdeilt, hélt ég, að þau hafa sparað mannslíf og limlistingar af völdum árekstra, vegna þess að þau eru mjög umferðarlega örugg. Og það var kannanir sýnt hvað eftir annað. Íslandsmethafinn í öryggi eru sennilega mislæga gatnamótin við Réttarósveg. Það hafi ekki verið fyrstu gatnamótin sem R-listinn sálugi átti heiðurinn af, og heiðurinn á að koma í gegn, og ég held ég munið það rétt að alvarlegum slysum á þeim gatnamótum hafi fækkað 90%, 90–92% eftir að þau komust í notkun. Og fleiri slík dæmi má nefna. Það er ekki langt síðan Vegagerðin sendi frá sér könnun slysafækkun af völdum mislægra gatnamóta, og það sýnir alveg klárt að árangri hefur verið náð. Og raunin er það þannig að við erum langt komin í borginni. Það er þetta þannig að það þýðir ekki að setja endalaust niður mislæg gatnamót, og það eru mörg rök fyrir því að það er ekki sniðugt að setja það niður í miðborgarumhverfi, og ég held að enginn okkar myndi vilja sjá beinlínis í miðbæ eins og við erum núna í sjá mislæg gatnamót, en það eru hins vegar nokkur gatnamót sem eru eftir, þar sem verða enn töluvert mörg slys sem góð rök má færa fyrir að væri hægt að koma fyrir, helst nettum mislægum gatnamótum, sem myndi þá fækka verulega slysum á viðkomandi gatnamótum og draga úr mengun og greiða fyrir umferð. Þetta verða, ef að menn vilja taka umræðuna á annað borð hérna dauðsföll og hérna alvarleg slys af völdum bifreiða, þá verða menn að taka þetta með inn í umræðuna. Heitir svo annað mál að þjóðirnar í kringum okkur, það er endilega nota ekki, þeir nota jafnvel mislæg gatnamót minnaði við. Það er til dæmis mjög algengt í Bretlandi og Frakklandi. Holland held ég líka að nota hringtorg, nota þá jafnvel þreföld hringtorg sem eru mjög afkastamikil, sem við Íslendingar þekkjum ekki. Það er kannski ákveðin breyting sem kannski Vegagerðin er smeyk við að fara út í, af því að þau þekkjast ekki á Íslandi fram til þessa. En víða í Bretland og Frakklandi hefur tekist að fækka slysum verulega á fjölförnum gatnamótum með því að setja niður hringtorgs, stór hringtorgsgatnamót, vegna þess að menn hafi ekki viljað nota þessi mislægu gatnamót allstaðar. Ég sakna þess svolítið að bara ef við lítum á fjölda slysa sem verður á fjölförnum gatnamótum í borginni, þá eru þau mjög mörg, of mörg, og auðvitað ætti að vera keppikefli okkar í borgarstjórn í slíkum umræðum og í samgönguviku að ræða leiðir til þess að fækka þeim. Ef til dæmis, ef það er trúaratriði hjá okkur að hann sé á móti mislægum gatnamótum, ég veit ekki það alveg, þetta er mjög ljótt orð, mislæg gatnamót, þá má alveg í mínum huga okkur ræðum menn ekki frekar hringtorgslausnir eitthvað slíkt. Minnstakosti er ljóst að þessar lausnir sem vera á fjölförnum gatnamótum ljósastýrð, að það eru enn og mörg slys á þessum gatnamótum, og það eru okkar hlutverk að sjá til þess að lágmarka það. Nú, fleira má nefna eins og kemur upp í hugann þegar maður tala um samgöngumál, til dæmis göngubrýr yfir fjölfarna götur hefur verið keppikefli margra foreldrafélaga í borginni og samtaka sem barist fyrir þeim, og það eru víða komnar upp göngubrýr, og það hefur verið mjög þakklátt þegar að borgin hefur komið með slíkar lausnir, og það vill svo skemmtilega til að núna í samgönguvikunni þá verður opnuð ný göngubrú milli Seláshverfis og Norðlingaholts. Það hefur svona verið eitthvað brasa að klára hana, en henni er lokið og mér sýnist hún bara að vera mjög glæsileg, og þetta hefur verið keppikefli foreldra bæði í Seláshverfi og í Norðlingaholti í nokkur ár vegna mikillar umferðar, gangandi umferðar barna yfir brautina á þessum stað, Breiðholtsbraut, þar sem börn úr Norðlingaholti eru að sækja íþróttir í Árbæjarhverfi, og börn úr Árbæjarhverfi eða Selási eru að sækja fimleika yfir
í fimleikahús Fylkis í Norðlingaholti. Og þetta er mjög ánægjulegt og mjög vel við hæfi að vígja brúna í umferðar eða samgönguviku. En maður veltir í fyrir sér hvort að tillögu sem við Sjálfstæðismenn fluttum síðasta vetur að skoða einhverja mislæga lausn, göngubrú eða undirgöng á mjög fjölförnum og hættulegum kafla. Tölfræðin sýnir okkur það, mjög hættulegum kafla sem á Hringbrautinni. Gamli Vesturbærinn það hverfi í borginni sem með lokustu íþróttaaðstöðuna, eða ég myndi segja bara það hverfi á landinu. Þetta er 6-7 manna hverfi sem með lokustu íþróttaaðstöðuna, myndi ég segja. Hún er mjög skornum skamt í hverfinu og þess vegna fara börn úr þessu hverfi, fara þau yfir Hringbrautina nokkur sinnum á viku í íþróttaiðkun hjá KR og foreldrarnir eru dauðhræddir við að senda börnin sín yfir götuna. Og rauninni eiginlega allt félagsstarf sem börn og unglingar í gamla Vesturbænum sækja, hvort þeim er félagsmiðstöðin Frosti, KR, skátar, starfi Böll í Hagaskóla eða eitthvað annað slíkt, það þurfa að fara yfir götuna á þessum stað. Og við fluttum tillögu þetta síðasta vetur og það var ekki vel tekið í þessa tillögu þegar við fluttum hann hér í borgarstjórn. Henni var vísað í einhverjar nefndir og ráð borgarinnar, umhverfis samgönguráð, þar sem henni var ekki vel tekið. Og ég man ekki alveg hvernig hún endaði. Ég held að það hafi verið samþykkt eitthvað álit það að það er ekki unnið áfram í málinu, að minnst kosti ef ég ekki orðið verið að sé unnið í því. Og maður veltir því fyrir sér hvernig stendur á því að meirihluti borgarstjórnar, sem er alls ekki alls varnar í samgöngumálum, að hann er tilbúinn að beita sér fyrir með skorulega fyrir smíði göngubrúar milli Norðlingaholts og Selás, sem var gott mál. Ég held að Norðlingaholti séu 3000 manna hverfi. En mjög gott mál og það ber að þakka og hrósa meirihlutanum við það. En á sama tíma þá er hann ekki tilbúinn að skoða svipaða lausn, brú eða undirgöng, sem tengir saman Vesturbæinn vegna þess að það er mikil umferð yfir Hringbraut og er ekki tilbúin að huga að sambærilegri úrbótum þar. Eina sem fréttist af skipulagsmálum Vesturbæjarins það að meirihlutinn og rauninni, það er kannski ákveðið samstaða hér borgarstjórn, að það er unnið að því að þétta byggð í Vesturbænum, fjölga íbúum og það eru alls konar hugmyndir í gangi það hvernig þetta fjölga meira íbúðum í Vesturbænum, jafnvel alltaf fjórðung á löngu tímabili. Og það segir sig sjálft að slíkt mun að líkindum leiða til aukinnar umferðar sem gerir það að verkum að það mun ekki draga úr hættu á Hringbrautinni. Þetta er þeir punktar sem ég vil velta upp í sambandi við samgönguviku og ég óska eftir því að borgarstjóri svari þessari spurningu og þessum hugleiðingum mínum varðandi þessa göngubrú, annars vegar þessa göngubrú austast í borgin og hins vegar göngubrú í Vesturbænum eða mislægri lausn undirgöng. Af hverju vilja menn ekki, af hverju vill meirihlutinn stuðla að góðri umferðaröryggislausn á öðrum staðnum en ekki hinum? Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Borgarfulltrúin ætlar að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, örstutt, mér langar að fá svara nokkrum punktum sem komum fram í máli borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Við val á samgöngumiðstöð var horft til upphaf og endalokar flesta ferða til þess að fækka skiptingum. Upplifað ferðatími eykst 60% miðað við rauntíma ferðarinnar við bara eina skiptingu. Þetta sýna rannsóknir okkur. Í dag erum við með 1 milljón farþega á mánuði og ánægja farþega 90%. Þannig að langt í frá að það sé almenn óánægja með strætó. Ungmenni í austurhluta borgarinnar eru duglegri að nota strætó og það er meiri krafa að þú treysta meira á strætó vegna fjarlægða. Og við erum alltaf að reyna að mæta því að bæta þau. Þegar kemur að slysum og mislægum gatnamótum þá langar maður að tala aðeins um staðreyndir. Ef við skoðum hér 4 gatnamót sem eru á Miklubraut, Hringbraut, þá erum við með Nauthólsveg Hringbraut með 1 alvarlegt slys á seinustu 10 árum, þau eru í plani.
Kringlumýrarbraut, Miklubraut, 2 alvarleg slys á seinustu 10 árum, þau eru í plani. Lönguhlíð, Miklabraut, 1 alvarlegt slys á seinustu 10 árum, þau eru í plani og síðan eru mislætu gatnamótin Snorrabraut, Miklubraut sem eru með 6 alvarleg slys á sama tímabili. Þannig að það er alls ekki allir sammála því að mislætu gatnamót fækki slysum. Tölfræðin sýnir okkur að þau fjölga alvarlegum slysum en þau fækka minni háttar óhöppum. Þetta geta allir séð inn á slysakortun okkar til að mynda. Varðandi mislæga göngutengingar, ég er algjörlega sammála borgarfulltrúa Kjartani Magnússsyni, við eigum að vera með mislæga göngutengingar þegar það eru með hraðbrautir inn í sem skera hverfi. Það er ekki hægt að koma fyrir göngubraut þar sem tillagan var á hringbrautinni. Við á strætó erum hins vegar að skoða það hvort við getum verið með sterkari strætótengingar þannig að við getum ferjað börnin betur yfir. Að ferðast í strætó getur verið öruggari ferðamáti þegar kemur að því að krossa stofnæðar. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Kristínu Soffíu Jónsdóttur borgarfulltrúa fyrir svarið. Ég hef nú ekki tiltæk gögn og get ekki farið yfir þessa slysatölfræði varðandi á Miklubrautinni, en þetta hljómar eitthvað ókunnulega. Minnst kosti með það tölu sem ég hef séð. Ég held að það sé óumdeilt að mislæg gatnamót hafi fækkað slysum og ég held að það verði bara hafið yfir allan vafa. Það hefur verið fjallað um það á fjölmörgum ráðstefnum og fundum og með skýrslum frá Vegagerðinni og tryggingafélögum. En ef Kristín Soffía veit betur þá er sjálfsagt að fara yfir það og ef það er jafnvel rétt eins og mér heyrist borgarfulltrúum vera að ýja að mislægu gatnamótin, það sé sem að mislægu gatnamótin séu hættulegri heldur en gatnamót í plani. Ef borgarfulltrúi getur sýnt fram á það og ef það er hennar skoðun, nú þá hlýtur þetta að koma því að við þurfum að rífa niður öll mislægu gatnamótin. Ef það er bara allt í einu búið að sýna fram á það að þau séu hættulegri heldur en plangatnamót. Sjálfsögðu ef slíkt kemur í ljós, þá held ég allir geti saminust að í borgarstjórn að rífa niður þessi hættulegu mislægu gatnamót ef þau valda fleiri slysum heldur en plangatnamót. En auðvitað er það fjarstæða, auðvitað vita allir að það er á hinn veginn farið. Og varðandi hringbrautina, það var ágætt svar sem borgarfulltrúum kom með þar og ég vil aðeins bæta við það að ég er ekki sammála því að það sé ekki hægt að koma fyrir mislægri göngutengingu á þessum stað. Það er ekki auðvelt, þetta er ekki jafn auðvelt eins og annar stað þar sem við höfum meira rými, en það var verkfræðistofa sem skoðaði þetta fyrir nokkurum árum og hún kom fram með það og sagði að þetta væri erfitt og kostnaðarsamt. Ég held að hún hafi nefnt 100 milljónir sem er samt bara held ég helmingur af því sem brúin yfir Norðlingabraut kostar núna. En þetta er hægt og það voru ýmsar útgáfur nefndar og það er ekkert langt síðan ég hitti verkfræðinginn sem stjórnaði þessari vinnu og hann sagði mér að það hefði orðið framþróun í þess eins og öðru og þetta væri alveg hægt en þetta kostaði. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi lokið að svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, bara takk fyrir þetta svar, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Ég er ekkert að lýsa mínum skoðunum, ég bendi öllum á það að slysakort umferðarstofu er aðgengilegt á vefnum, þannig að það getur hver sem flett þessu upp. Varðandi alvarleg slys og mislæg gatnamót þá er ég heldur ekki að koma inn ný sannindi, þetta er bara einfaldlega það sem kennt er í umferðarverkfræði. Við vitum alltaf að allir hljóta að vita á fjölförnum krossgatnamótum þá er lítill hraði ef þau eru í plani, hraði eykst á mislægum gatnamótum, það er hluti til tilgangur með mislægum gatnamótum að ná fleiri bílum inn á meiri hraða. Þá er það líka þannig að ef slys verða á auknum hraða þá verða slysin í eðli sínu alvarlegri. Ég hef oft reynt að leiðrétta það þegar komu fréttir hættulegustu gatnamót landsins og þau tekin upp sem til að mynda Kringlumýrarbraut Miklubraut að þau eru alveg satt óhappalegustu gatnamót landsins. Það er mjög mikið af svona stuður að skella saman og smávægilegum óhoppum þar sem að speglar brotna og gler en þar sem að hraðinn er ekki mikill á fjölförnum gatnamótum í plani þá eru slysin ekki mörg. Ég get alveg tekið undir með það með borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni að við ættum að rífa mislæg gatnamót sem ekki sinna hlutverki sínu í að draga úr slysum. Ég væri persónulega til í að taka niður mislæg gatnamótin við
Miklubraut, Snorrabraut, af því þau eru ekki bara hættuleg, heldur reyndust mikill farartálmi fyrir alla í hlíðunum. Þetta lengdi gönguvegulengdir verulega og við megum ekki gleyma því að mislæg gatnamót eru farartálmi fyrir alla aðra ferðamáta heldur en einkabílinn. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvarari sinni og þá er andsvarum lokið og næstur á mælendaskrá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Ég kem nú hér upp ekki til þess að fara í kjölfæri á þeirri umræðu sem var hér mislæg gatnamót og það sem að minnst bara umræðan sem slík áhugaverð og ég ætla ekki að eyða kannski löngum tíma í það en mér langar svona bara til þess að tæpa á því sem að maður hefur aðeins fengið að kynnast og heyra á þeim fundum og kynningarfundum og öðru sem að ég hef verið á varðandi til dæmis framtíð bílsins og hvaða tækniþróun er framundan hjá okkur sem mun hafa alveg gríðarlega áhrif á það hvernig samgöngumannvirki við veljum í framtíðinni og líka gríðarlega áhrif á það hvernig bílastæðamál verða leyst í framtíðinni og svo framvegis. Nú veit maður auðvitað ekki alveg hvað er langt í þetta en það sem ég er að tala er auðvitað þessi tækni sem við erum að sjá framundan, þessi sjálfkeyrandi bílar. Og ég trúi því að þeir muni gjörbreyta öllu í okkar samgöngumálum, muni gjörbreyta öllu í okkar bílastæðamálum og þar að leiðandi gjörbreyta öllu í okkar borgarmálum og okkar borgarumhverfi. Hversu langt er í það hins vegar veit ég ekki. En ég held hins vegar líka að einhvað millistig verði hugsanlega svona city cars eins og við erum farin að sjá víða erlendis. Af því að við vitum það að bíll, svona bara venjulegur bíll, hann er bara notar örfá prósent af líftíma sínum. Yfirleitt standa er bara á einhverjum stæðum með bílastæðahúsum. Þannig að city cars, bílar sem að maður getur leigt sér í klukkutíma eða 2 tíma eða 1 dag með því að panta hann á spjaldtölvunni sinni eða símanum. Það eru þetta bílar sem eru eiginlega alltaf í gangi. Það eru bara bílar sem fólk skiptist á að nota. Og það þýðir það að ef að 4 einstaklingar eða 5 nota sama bílinn, sama sólarhringinn, þá þarf bara bílastæði fyrir 1 bíl en ekki 5 bíla. Þar af leiðandi þurfum við minni bílastæði. Sama verður með sjálfkeyrandi bílana. Þegar þeir verða væntanlega bara í vinnu mest allan sólarhringinn, þurfa að fara svona á milli einhvers staðar í eitthvað slott eða einhvers staðar það sem fari í hleðslu. En á öðru leyti eru þeir bara í vinnu og munu sinna fjölda manns. Þannig að þar munu 1 bíl sinna því sem að kannski 10 bílar voru að sinna áður. Það hefur gríðarlega áhrif á það hvernig samgöngumannvirki við þurfum, hvernig bílastæðamáli verða leyst og svo framvegis. Og það er alveg ljóst að með þéttingu byggðar og sérstaklega þeirri stefnu sem að við höfum auðvitað verið stundum að takast á hérna að vera í sumum tilfellum með mjög lítið hlutfall bílastæða við nýbyggingar eins og 0,2 varðandi námsmannaíbúðir og svo framvegis. Að þetta auðvitað þrengir að og ég finni það alveg fyrir því í mínu hverfi til dæmis í Holtunum að það verður þyngra með bílastæðin bara nú þegar búið er að byggja í Stakkholtinu og hvað þá þegar verður búið að byggja á gamla Opnasmiðjureitnum. Sem að þýðir það að svona lausnir eru auðvitað eitthvað sem að mun hjálpa mjög á slíkum svæðum og bara fyrir borgina í heild sinni. Og mér var svolítið áhugavert þegar að ég fekk nú skemmtilega bók í jólagjöf eftir Bjarnar Einarsson, Borgir og borgarskipulag. Það sem er svona verið að útskýra, að minnstakosti út frá þeirri þekkingu sem að höfundur hefur og hún er nú tölverð. Af hverju Reykjavík þróaðist eins og hún hefur þróast. Það er að segja af hverju hún teygði svona út Holt og Hæðir á sínum tíma. Já, fyrir því eru 2 megin ástæður, annars vegar það var hröð uppbygging, margt fólk að flytja í borgina
og það þurfti mikið pláss og hins vegar það voru kannski ekki til nógu góð tæki og tól til þess að ráða við mýrar og mýrasund á milli þessara holta sem byggt var á. Þannig að byggðin teygðist ótrúlega hratt út. Plús að bætir höfundur við í bókinni að herinn tók alveg ótrúlega mikið pláss, kannski meira pláss en maður átta sig á. Það voru brakkar víða borgina og sem að tóku álitlegt byggingarland á sínum tíma. Síðan allavega 1960 eða svo höfum við verið að þétta borgina. Og svo vinna í gangi og ég held bara að hún gangi ágætlega. Mér stundum fundist við ganga langt í því og mættum alveg þétta til dæmis útkværu eins og Lósadal. En í aðalatriðum held ég að þessi vinna sé að takast ágætlega, að reyndar að slepptum bílastæðamálum í sumum tilfellum, sem að ég trúi að bættar almenningssamgöngur og svona sjálfkeyrandi bílar og ný tækni muni algjörlega leysa hólmi. Þetta finnst mér bara eiginlega miklu skemmtilegra umræðefni heldur en margt af því, með fullri virðingu fyrir umræðefni áðan, margt af því sem hefur verið rætt hérna, þó að það sé allt saman mjög mikilvægt. En þá bara finnst mér þessi framtíðarsýn svolítið heillandi og við ættum að velta henni meira fyrir okkur og hvað við þurfum að gera til þess að geta fangað þetta. Það væntanlega betur merkta götur fyrir sjálfkeyrandi bíla. Það búið að prófa sjálfkeyrandi bíli hér á Íslandi, til dæmis frá Benz. Og það kom í ljós þar að götur þurfa að vera betur merktar. Það þurfa að vera mjög klárar, strikaðar reinar í miðjunni og til hliðana svo að bílinn eigi betra með að lesa veginn. Og svona stöndum við frammi fyrir, við stöndum á þröskuldi nýrra tækni. Þar af leiðandi nýrra hugsunar og nýrra tíma. Þetta nú mitt innlegg ágæti forseti í þessu umræðu samgöngumál. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, næstur á menningarskrá. Forseti, þá getur ekki borgarfulltrúar, það verður bara stutt hjá mér núna í þetta skipti. En ég held ég heiti því bara hér að við tökum upp þennan málaflokk aftur með svolítið öðrum formerkjum og kannski aðeins takmörkum umræðefnið, þannig að við getum farið að svona kannski skila á okkur umræðu sem að skiptir einhverju meira máli heldur en svona almenn umræðu eins og hér núna. Fyrst, Samgöngustofa gefur út eins og þið þekkið umferðarskýrslu, slysakort, og þar farið yfir og þar eru skráð öll slys sem verða í umferðinni. Og það nú verst að borgarfulltrúinn Kristín Sofía Jónsdóttir ekki akkúrat hér í salnum þessa stundina, en það nú verið heppilegt. Þannig að ég ætla nú að lesa hér úr þeirri skýrslu frá síðast ári, sem síðasta skýrslan sem kom út. Hættulegustu gatnamót í þéttbýli, slys og óhöpp með og án meiðsla 2010 til 2014. Reykjavík, Grensásvegur Miklabraut 162, Reykjavík Miklubraut Kringlumýrarbraut 160, Reykjavík Háaleitsbraut og Miklubraut 137, Reykjavík Njarðargata Hringbraut 113 og svo koma 2 gatnamót úr Hafnarfirði og önnur úr Garðabæ og svo aftur Reykjanesbraut Bústaðavegur, Suðurgata Hringbraut, Kringlumýrarbraut Suðurlandsbraut, allt saman gatnamót eins og borgarfulltrúinn kallar það í plani. Ekkert þessara gatnamóta, hættulegustu gatnamót í þéttbýli eru mislæg. Einhverjum misskilja eitthvað hér í þessum sal? Þetta bara stendur í þessari skýrslu. Ef við förum niður í skýrsluna og kíkjum á án sem sagt óhappa, heldur tökum bara slysinn, þá það alveg sama. Það breytist aðeins röðin. En það eru aftur gatnamót sem ekki eru mislæg, gatnamót í plani sem eru hættulegustu gatnamót landsins. Það þarf ekkert að orðlengja þetta frekar. Vilji menn auka öryggi í umferðinni, þá auðvitað gera þeir mislæg gatnamót eða annars konar samgöngu mannvirki sem komi í veg fyrir slys. Þau gatnamót sem ég að telja upp hér eiga þá öll samanlegt. Þetta eru ljósagatnamót, það eru hættulegustu gatnamót landsins. Og hættulegustu gatnamót landsins fyrir ykkur ágætu borgarfulltrúa þegar þeir eru á ferðinni eru Grensásvegur og Miklubraut. Þannig bara að vera varlega í það. Fólk gerir mistök, það bara þannig. Sumir keyra yfir á
rauðu ljósi og bara voru annars hugar eins og gengur. Þetta nú bara svona mannlegt. Þannig að ég vildi bara koma þessu að og því sem að auðvitað skiptir miklu máli að þessi meirihluti eða meirihluti síðasta kjörtímabils afsalaði sér þessum framkvæmdum með 10 ára samgöngusamningi sem nú kallaði bráðabirgðasamningur eða tilraunasamningur, eitthvað slíkt til 10 ára eins og það hljómar nú undarlega og þannig afsalaði sér raunverulega að auka öryggi umferðinni. Það bara liggur alveg ljóst fyrir. Ég vil aðeins að því að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson kom inn á þessa mjög fróðlegu ferð sem að farin var til Helsinki og Stokkólms að segja það að þar kom margt mjög áhugavert fram sem að ég til full ástæðu til þess að við förum með Lifrbæði í ráðinu og getum komið hingað inn og að því vorum að tala um samgöngumiðstöð hérna bara rétt fyrir augnablikið þá vil ég nefna það í Helsingi gríðarlega fallegt nýtt torg sem við hjóluðum skoðuðum vel. Þar reyndar kapella sem svolítið merkilegt, alveg ný, sem að svona kalla friðarhús. En þetta nú einu sinni strætómiðstöð. En strætómiðstöðin komin niður í kjallara og bílarnir eru komnir 4 hæðir ofan í kjallara. Það sem sagt verið að breyta borgum, bæði þarna og víða annar staðar sem ég geti nefnt hér og var gott að við tækjum bara fyrir sérstaklega með þessum hætti. Það að segja setja umferðina undir yfirborð borgarinnar og auka þannig almenningsrými, auka auðvitað ákveðna þróun, ýta undir þróun sem að síðan verður í framhaldinu og af þessu getum við mikið lært. En auðvitað getum við ekkert lært af því ekki getum við nýtt okkur það ef við ætlum síðan að segja já, ríkið þarf að geta að koma að þessu. Það til dæmis mjög eðlilegt að við segðum núna á þessari stundu sá stokkur sem að tekinn var af og hætt var við að gerður yrði fyrir framan tónlistar- og ráðstefnuhúsið og svo inn eftir Geirsgötunni einmitt góð hugmynd. Og það full ástæða til þess fyrir okkur að taka það mál upp að nýju og ræða það við ríkið með hvaða hætti við gerum það. Þær þjóðir sem við heimsóttum, sem Svíar og Finnar, eru raunverulega ekkert í ólíkri stöðu og við. Þeir eru að þétta byggð að vísu með öðrum hætti en við. Þeir gera það á þeim svæðum sem losnað hafa, þar sem áður voru verksmiðjur eða hafnarsvæði. Þannig þeir eru ekki alveg ofan í miðborginni heldur hugsa þetta aðeins út við hana, kannski með svipuðum hætti og gert í Vogabyggð, sem ég að vona að fara nú að rísa hið bráðasta og vona auðvitað að það heppnist vel. Auðvitað bílaumferð talsverð á þessum slóðum. Í Finnlandi 60% ferða farnar á bílum og sem ekkert hámark. Það eru margar þjóðir í Evrópu sem að hafa miklu hærra hlutfall heldur en þetta og Svíar eru aðeins neðar. Það sem ég fannst reyndar áberandi í Stokkólmi það, þeir hafa tekið upp svokallan miðborgarskatt og þannig að þeir sem eiga erindi á einkabílunum í miðborgina, þeir verða að greiða fyrir það ákveðið gjald og þeir hafa líka hækkað öll stöðumælagjöld og það svo augljós hvað áhrif þetta hefur og ég hef áður minnst á þetta hér í borgarstjórn og þess vegna vil ég bara aðeins ítreka það hér. Þetta hefur því áhrif og það er svo augljóst að bílanotkun almennings engin. Hún hverfur. Bílanotkun á fyrirtækjabílum eykst og bílanotkun þeirra sem að eiga væntanlega ómælda peninga, hún eykst. Þannig að þetta kemur fyrst og fremst, svona skattar og hækkun til dæmis stöðumælagjalda, kemur niður á þeim sem að minnsta peninga. Og mér hugnast það ekki. Mér finnst þetta vera eitthvað öfumæli í þessu og við eigum ekki að gera miðborgin okkar eða miðborgir annara þjóða, eiga ekki að þróast með þeim hætti að þeir einir sem að fara þar á bílum séu þeir sem að af einhverjum ástæðum eru miklu betri efnubúnir en hinn almenni borgari. Og nú sé ég það að formaðurinn umhverfis- og skipulagsráðs hefur beðið að fá að andmæla hér og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja um þetta. En ég hveti þess borgarfulltrúi, Hjálmar Sveinsson, að við tökum einmitt þessi mál hér upp, bara sérstaklega og kannski afmörkum þessa umræðu betur en gert í dag og þá kannski færi það okkur meira fram á veginn. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Við byrjum á Kristínu Soffíu Jónsdóttur, borgarfulltrúa.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég held að það sé allt nokkuð rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvarssonar. Ég bara ekki alveg sammála því hvernig við lítum á málið. Fyrir mitt leyti eru 100 handleggsbrot betri en 1 lömun. Fyrir mér eru 200 tognaðir ökklar betri en 1 hryggbrot. Það staðreynd að gatnamótin sem tók til, sem eru Grensásvegur Miklabraut, hafa vissilega verið með mjög mikið óhöppum. Á seinustu 10 árum hafa verið þar 2 alvarleg slys og þau voru að bera saman við mislægu gatnabrautum við Snorrabraut Miklabraut þar sem þau hafa verið 6 alvarleg slys. Það satt og tryggingafélögin berjast mikið fyrir mislægum gatnamótum að það fækkar óhöppum og óhöppum eru tryggingafélögum dýr. En þar sem að mislæg gatnamót auka hraða, þá eru alvarleg slys fleiri. Þannig að við getum alveg verið ósammála það hvort sé betra að fækka óhöppum og fjölga hugsanlega alvarlegum slysum. Ég á því að það sé skárra að vera með beyglaða stuðara, einstaka handleggsbrot, kannski einn fái skurð á ennið heldur en að einhver einstaklingar nær ljúki sínu lífi, allavega sínu lífi í fullri virkni. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvari. Forseti, ég verð því miður að segja það að ég bara skil ekki borgarfulltrúan Kristínu Soffíu Jónsdóttur. Þetta einhvern veginn bara út í hött fyrirgefðu borgarfulltrúi. Það hlýtur að vera bara öllum ljóst að hættulegustu gatnamót landsins eru þau sem skráð eru í umferðarskýrslu Samgöngustofu og slysakortið segir það alveg skýrt. Þetta verður ekkert með tryggingafélög að gera, þetta heldur að gera bara með öryggi fólks og við höfum auðvitað að haga okkar málum þannig og umferðar samgöngu mannvirkja, uppbyggingu þeirra, að við aukum öryggi fólks. Borgarfulltrúinn ætti aðeins að horfa á það sem alvarlegt og ég hef áhyggjur á og ég held að allir aðrir geti haft áhyggjur af því að slysum á hjólandi hefur aukist mjög mikið undanförnum. Vegna þess að hjólreiðar eru að aukast, sem að auðvitað hið besta mál og við erum auðvitað öll ánægð með, að þá hefur jafnframt slysum á hjólum fjölgað verulega. Og þau slys eru oft á tíðum mjög alvarleg. En hvað borgarfulltrúinn að tala með tognaða ökkla eða handleggsbrotið annars slíkt, hann getur þá bara komið upp hér á og lýst því betur eða þá bara, sem að öllu betra, að hann lýsti sig bara sigraðan og segði bara hlutina eins og eru og viðurkenndi að slysaskýrslan segir alveg skýrt að mislæg gatnamót eru ekki hættuleg. Og þá sérstaklega skal borgarfulltrúinn hafa það í huga að flest mislæg gatnamót hér í Reykjavík eru ljósastýrð. Þau eru ekki þannig eins og borgarfulltrúinn að lýsa því að fólk keyri í gegnum það á einhverjum gríðarlegum hraða. Og ef svo þá eru þetta til aðferðir til þess að minnka hraða þegar hann verður of mikill. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að svara andsvari, það veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Já, takk fyrir þetta. Því miður, borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson, ég ekki komin hingað til þess að lýsa mig sigraða. Ég var einfaldlega að vísa í slysaskráningu hvar í flokkum alvarleg slys eða minniháttar slys og aftur, og það algjörlega satt og rétt og hvet alla sem eru að hlusta og hérna í salnum að fara á slysakort.is sem er við umferðarstofu og skoða alvarleg slys. Mér þykir mikilvægast að fækka alvarlegum slysum, við það stend ég, við það standa tölurnar, hættulegustu gatnamótin sem að þú vilt meina sig Grensásvegur Miklabraut með 2 alvarleg slys, á sama tímabili mislæg gatnamótin við Snorrabraut Miklabraut með 6 alvarleg slys. Við getum alveg verið sammála eða ósammála en þetta eru staðreyndir málsins. Ég vil túlka það að það sé verra að vera með fleiri alvarleg slys. Kannski vill borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson koma núna og lýsa sig sigraðan. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og forseti minni borgarfulltrúi á að ávarpa forseta og borgarfulltrúi í upphafi ræðu og ávarpa hvorn annan með fullu nafni og starfstitli. En þá komið að Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að segja að ég algjörlega ósammála því sem að
borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson sagði hér eða hans skilning á því sem koma fram á umferðarmálum í Stokkhólmi. Það sem hann las það þannig að það væri eingöngu fyrirtæki og þó sterkefna fólk sem að komi á bílum. Þeir hafa sín samgöngumál þannig að þeir hafa mjög öflugar almenningssamgöngur og allur þorri manna kemur með almenningssamgöngum. Það þarf ekki annað en að finna, það auðvelt að finna það hvað kostar að meðaltali. FIB alltaf reiknað út hvað kostar að reka bíl á hverju ári. Það eru held ég yfir 1 milljón. Þannig að ef við erum að hafa áhyggjur af samgöngum og fjárhag fólks þá það örugglega það besta sem hægt að gera að skapa hér þannig samgöngur að sem flestir sem að vilja geta nýtt sér til að mynda almenningssamgöngur og sé ekki bundnir við það að reka 1 eða 2 einkabíla á hverju heimili. Og ég gerir ráð fyrir því að það sé nákvæmlega þannig sem að yfirvöld í Stokkhólmi sjá þetta og það sé nákvæmlega þannig sem að þetta virkar. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson sem svarar andsvari. Forseti, já, við verðum að fara dýpra ofan í þessa umræðu ágæti borgarfulltrúi. Það er nefnilega þannig að við sátum fund með einmitt samgöngustjóra í Svíþjóð, í Stokkhólmi. Það sem að þetta var nú bara hreinlega staðfest, það sem ég var að segja hérna rétt áðan. Ég bara spurði hann að því hvort þetta væri þá ekki niðurstaðan, hvað áhrif þetta hefði á umferðina og þá sem að geta komið á bílum og hann hreinlega staðfesti það. Og þetta væri áhyggjuefni. En borgarfulltrúinn hefur kannski bara verið með huga með eitthvað annað akkurat þá stundin og það er allt í góðu lagi með það. Svíþjóð er nú þannig að þar eru 17% sem koma á hjóli samkvæmt skýrslum Evrópusambandsins en það er ekki samræmi við það sem kom reynda fram í okkar ferð til Stokkhólms. Það kom fram að 6% eru að nota hjól og fara til og frá vinnu með hjóli. Hvað sem því líður að þá eru auðvitað almenningssamgöngur betri í Svíþjóð, í Stokkhólmi og svo sannarlega í Helsingi, það sem hefur verið stærri ennþá betri, heldur en hér í Reykjavík. Og það er aðalatriði og það er bara akkurat það sem ég var að segja áðan. Til þess að við viljum hafa jákvæð áhrif á þann samgöngumáta sem fólk kýs að nýta sér, þá verðum við að auka þjónustuna. Það er nú bara allt og sumt. Við verðum að hugsa proaktíft en ekki að vera í einhverju vörn og einhvern svona þvergirðingshátt eins og því miður mér fannst nú hérna svar borgarfulltrúans Kristínar Soffíu Jónsdóttur bera með sér. Bara hreinlega vilja ekki viðurkenna staðreyndir og það er bara miður. Og það mun aldrei færa okkur nokkurn skapaðan hlut fram á veginn. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvar og þá er andsvörum lokið og háttvirtur borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú fyrst og fremst þakka fyrir þessa umræðu. Hlakka til samgönguvikunar. Hér var spurt beint að því hvers vegna göng- og hjólabrú yfir Breiðholtsbraut við Norðlingaholt hentaði en ekki yfir Hringbraut. Það er nú einfaldlega það sem að niðurstaða umhverfis- og skipulagssviðs hefur verið varðandi þetta að það fer eftir staðháttum á hverjum stað. Mismunandi staðhættir kalla á mismunandi lausnir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðum lokið.